Við hér í krabbameinsþjónustunni erum að fara að innleiða nýtt tölvukerfi, þar sem er svokallað lokað lyfjakerfi, sem gengur út af það að læknarnir sem eru að panta lyf fyrir viðkomandi sjúkling, að það fer beint til apóteksins í svokallað lokuðu lyfjaferli og síðan kemur það aftur til hjúkrunarfræðings sem gefur lyfið. Og þetta er mjög stórt öryggismál og gæðamál fyrir okkar þjónustu. Það sem við erum að gera hér er að meðhöndla fólk sem er með krabbamein og þeir eru að fá krabbameinslyf sem eru oft flóknar meðferðir. Þetta eru oft mörg lyf sem þarf að gefa í ákveðinni röð og skammtarnir eru mjög einstaklingsmiðaðir, þeir byggja á hæð og þyngd og nýrnastarfsemi og allt þetta þarf að vera alveg hárrétt því þetta eru gefnir rangir skammtar þá getur það verið lífshættulegt. Við sjáum bæði hvað sjúklingurinn hefur fengið og hvað er framundan og svo líka það sem við erum mest ánægðir með, það er þessi litla græja, skannin okkar, þar sem við skráum lyfjagjöfina inn á rauntíma leið og við gefum réttum sjúklingum töflurnar eða gefum honum lyfin. Þannig við erum ekki að eyða mjög miklum tíma í lok hvers vinnudags í skriffinsku. Þannig allt fer á nákvæmlega þeim tíma sem sjúklingur fær lyfið. Fyrir okkur í lyfjablöndun er langstærsti ávinningurinn að nú er að vinna í einu tölvukerfi. Við vorum áður að sækja fyrirmæli úr ávísunarkerfi og færa inn í okkar blöndunarkerfi, en í dag er þetta eitt og sama kerfið, þannig við fáum fyrirmæli beint frá lækni og beint til okkar til þess að blanda eftir. Og bara það skref er náttúrulega mjög mikilvægt, það er engin mannshendi þarna á milli sem geti gert ykkur mistök. Ef ég myndi alltaf fara að skanna lyf og skanna eitthvað annan sjúkling en sá sem á að fá lyfið, þá kemur strax villumelding að ég sé ekki gera rétt á hlutin, ég sé nákvæmlega hvað skammtur er og það er náttúrulega sem skiptir miklu máli fyrir hjúkrunina að við séum að gera rétt á hluti og gefa rétt lyf, réttum sjúklingi og öryggið fyrir rúmi. Og sömulegis þá er þetta kerfið þá upprunakerfi lyfjafyrirmælana og þaðan kemur þetta margumtalað strikamerki sem að tryggja það að við getum framfylgt þessu lokaða lyfjaferli. Sem nýlega ráðinn klínískur lyfjafræðingur hérna í krabbameinsþjónustuna á göngudeildina þá er ég að vinna með læknum og hjúkrunarfræðingum að auka öryggi og með því að meðal annars að fara yfir lyfjameðferðir og þannig að sjúklingarnir fá réttu skammta og til að fyrirbyggja aukaverkanir og bara til að tryggja betri árangur lyfjameðferðar. Undirbúningur innleiðingarinnar hófst í janúar á þessu ári og það er þverfaglegt teymi lækna, hjúkrunarfræðinga, lyfjafræðinga og tölvunarfræðinga sem hafa unnið í verkefninu sleitulaust síðan þá. Og þess vegna er okkur sérstakt ánægjuefni núna á aðventunni að ná þessum mikilvæga áfanga í lyfjaöryggi á spítalanum að taka í notkun fyrsta lokaða lyfjaferlið. Þetta kerfi er víða notað heiminn og mjög gott kerfi. Læknarnir eru mjög ánægðir með það, hjúkrunarfræðingarnir eru mjög ánægðir með það. Það er samtengt öllum helstu kerfum spítalans, þannig að núna er þetta allt í einum pakka og það er náttúrulega bara gert til þess að auka öryggið. Þetta er gríðarlegt framfaraskref.